Velkomin. Þetta þátturinn Spjallað í Smárakirkju og við erum hérna með gesta meðal okkar og hún hefur komið oft sinnis áður og það vinkonu mín Linda Baldvinsdóttir. En hún life coach, hún líka samskiptaráðgjafi, hún pislahöfundur á Smartlandi og hún líka pislahöfundur fyrir La Vida Liverpool. Og hún líka ambassador fyrir Kind-verkefni hér á Íslandi. Linda, velkomin. Takk fyrir. Takk. Mér langar í dag til þess að kannski fjalla og spyrja þig svolítið eiginleika sem að fólk hefur sem að nær árangri í lífinu. Já. Hvaða, þú veist, nú ert þú í þessum fræðum, þú veist, þú ert að hjálpa fólki frá A til B. Já. Og hvað það sem að fólk þarf í rauninni svolítið að tilenga sér? Það doktorinn okkur að nafni Mercola sem mjög umdeildur í Bandaríkjunum. Já. Hann nálgast svona heilsu á svolítið öðruvísi hátteldur en kannski gengur að gerist. En hann gaf út lista sem að mér finnst allavega persónlega segja allt sem segja þarf hvað það sem við þurfum. Já. Til þess að ná, þá ég að tala árangri, þá ekki bara að tala veraldlegum árangri. Akkurat. Ég að tala að ná árangri sem manneskja. Akkurat. Á öllum sviðum. Og því að það nú þannig að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að byggja okkur upp á mörgum sviðum. Það ekki bara á einu sviði. Við þurfum ekki bara að læra eitthvað til dæmis. Við þurfum að byggja upp karakterinn til þess að halda út að ná svo árangrin. Akkurat, sammála. Og það svo margt sem að innifælið í því. Mm-hmm. Og gildin þín, þau skipta mjög miklu máli þar. Já. En til dæmis ef ég bara fer í listan hans Mercola þá til dæmis það að kunna að fyrirgefa mjög nauðsynlegur þáttur. Það ekkert auðvelt fyrir okkur oft að fyrirgefa. Og ekki líka fólk svolítið að misskilja fyrirgefninguna? Jú, algjörlega, vegna þess að fyrirgefningin ekki að þú bara látir eins og atburðurinn hafi ekki gerst eða að hann sé í lagi, alls ekki. Heldur það sem þú gerir að setja sjálfa þig svolítið lausa frá þessum atburði eða þessum aðilum því að það sem að hvernig ég orði þetta eins og Nelson Mandela hann orðaði það svo flott að þegar hann var settur laus úr fangelsinu að þá sagði hann einmitt að ef hann myndi ekki skilja reiðina sína eftir ef hann myndi ekki fyrirgefa þeim sem varu búin að halda honum saklausum í fangelsi allan þennan tíma að þá væri hann ennþá fangi. Akkurat. Og mér finnst þetta lýsa fyrirgefningu. Því að fyrirgefningin felst ekki í því að við samþykkjum verknað. Eða við þurfum að umgangast af fólk sem hefur komið illa fram við okkur. Ekkert slíkt. Nei, heldur ekki. Bara að sleppa tökunum á því í okkar eigin huga. Já. Og halda áfram veginum. Og kannski hætta að leyfa fólki að búa í hausnum á okkur. Já, því það leigufrítt. Já. Við viljum bara eiga fyrir það. Nei, svona í alvöru talað að þá þetta mjög mikilvægur partur. En hann auðveldur? Nei. Hann það ekki og í rauninni þurfum við bara oft hjálp við það að komast frá bæði atburðum og frá aðilum. Mm-hmm. Því að við þurfum kannski að fyrirgefa svo margt og það kannski margt búið að ganga á. Og eins og segi, leiðin að þessu kannski ekki auðveld, hún kannski einföld en ekki auðveld. Og við þurfum að fá oft svona einhvern sem að hjálpar okkur að gangast í þessi mál og sjá það kannski frá öðru sjónarhorni. En það mjög mikilvægt að gera það og leyfa sér það. Og fyrsta skrefið kannski bara ákvörðun að fyrirgefa. Já, að fara í ferlið. Að fara í ferlið, einmitt. Og því að það að fyrirgefa ekki, þú veist, eitthvað sem þú gerir bara svona einmitt. Og svo hún komin. Akkurat. Þú getur ákveðið, ég tilbúin að fara í ferli sem að verði mér til góðs. Akkurat. Og til þess að ég geti sleppt þessum atburði eða þessum aðilum út úr lífi mínu þannig að ég sé ekki sífellt með mitt hjartasár. Mm-hmm. Það þessi skiptir máli. Þannig að ég hvet alla sem að horfa á þennan þátt ef þú þarft að fyrirgefa og þú þarft að fara í fyrirgefningaferli leitaðu aðstoðar og það hægt að losna undan þessum hjartasárum sem eru svo ofboðslega djúp og það svo mikill biturleiki sem að fylgir þeim. Þannig að ég hvet alla til þess að leita aðstoðar við það. Algjörlega sammála þessu. Næsti punktur sem að Mercola talaði að vera vingjarnlegu við alla. Mm-hmm. Það alveg sama hvaðan fólk kemur.
hvort sem það ólíkt okkur í skoðunum eða ekki, eða viðhorfum, eða sitt hverju landinu, kynþætti, tungumáli, eða hvað svo sem það sem aðgreinir okkur. Að vera vingjarlegu við alla. Og að geta, eins og ég sá nú bara status á Facebook frá konu sem ég þekki, þar sem hún settist hérna niður í bæ með einum rónanum og setti sig bara á sama stað og einn rónin og hann hérna hún leið vel í návist hennar en hún fekk að heyra það að hún hefði verið einhvers staðar að drekka með þessum aðila. Þannig að en hins vegar við þurfum að gera þetta. Við þurfum að setjast með fólki sem að við kannski horfum á eins og, þú veist, ég segi róni vegna þess að það orðið sem við notum. En þetta bara ógæfu fólk sem á sína sögu og kannski sagan þeirra einmitt bara á þann veg að við vorum ekki til staðar til að hjálpa. Þess vegna fór sem fór. Þannig að við gildum fara varlega í að setja okkur hærri. Algjörlega, og það allir mikilvægir. Það allir mikilvægir. Þriðja atriði sem að Mercola talaði er að þeir litu á allt sem að hendi þá í lífinu sem verkefni til þess að leysa úr. Ekki sem aumingja ég. Akkurat. Vegna þess að trúðu mér, ég er búin að starfa sem markþjálfi og allt það í öll þessi ár. Það allir sem eiga sögu eitthvað í æskunni, eitthvað í uppeldinu, einhverjir atburðir sem að hafa snert hjartað okkar og við erum öll með bara sundur skori hjarta í rauninni en síðan það þeir sem að vilja líta á þetta sem að eitthvað komi fyrir þá þeir sitja lengst auðvitað fyrir vel þarna, þú veist, þegar eitthvað gerist en ef við ætlum að dvelja þar þá erum við fann að meiða okkur jafnvel meira heldur en atburðirnir sjálfir hefðu kannski hugsanlega átt að gera En þetta auðvelt, eins og ég segi, allt sem ég að tala kannski ekki endilega auðvelt, en kannski nauðsynlegt á leiðinni að tileinka sér. Og þetta að líta á verkefnin, eða semst á það sem hendir í sem verkefni, gefið þið tækifæri til þess að þú haldir áfram leiðina í staðin fyrir að sitja á sama stað. Því þá fer að finna lausnir. Ef þetta er verkefni, þá finnur þú lausnir. Og ég held En þú ert í vannmætti semst á hinum staðum. Algjörlega. Og ég held það sem hefur hjálpað mér einmitt í þessu að líta allt sem verkefni er einmitt trúin. Að trúin líka það að allt sem að gerist í lífinu mun einhvern nátt samverka mér til góðs. Og það er mjög mikilvægt að tileinka sér það. Nákvæmlega. Og haldi þess að von. Vonin, ef að mannverurnar eru vonlausar. Akkurat. Til hvers er það baráttan? Akkurat. Þannig að vonin og að í rauninni ef við horfum svo líka á það sem að hefur hent okkur og við höfum farið í gegnum og við erum enn hér það hefur gert okkur að mörguleiti sterkari en að mörguleiti líka veikari en hins vegar hefur það gefið okkur þroska, ákveðin þroska og sá þroski er eitthvað sem að ég held að enginn hefði viljað tapa. Nei. Þannig að, það leiddi okkur til góðs með einhverjum hætti. Erfitt ferli kannski, en leiddi til góðs. Erfitt ferli og kannski ekki einu sinni sáttur við stöðuna sem þú kannski lendir í eða sem stert í, en þú vilt ekki vera án reynslunar. Akkurat. Og það ekki með þessa erfiðu reynslu sem að kannski móta okkur hvað mest? Það oft mikið hjart okkar og gefur okkur líka bara samkennd með náunganum. Þú veist, þú getur sett í spor annara. Það til dæmis bara varla hægt án þess að vera með einhverja reynslu á bakinu. Sjáðu bara sem svo dýrmætt að eiga. Já, sjáðu bara með náttúruna. Þú veist, að vetri til. Af því að ég nú gefur bók árstíðirnar. Þá langar maður að segja frá því að ég pældi svolítið í þessu þegar ég var að setja þessa bók saman. Að veturinn í kuldanum, í myrkrinu, þar fyrir mestu vöxturinn fram neðanjarðar og þú sér það ekki. En þar gerjast allt og svo horfum við á blómin og grasið þú veist sem að sprettur á vorinu og okkur finnst þetta svo áreynsluslaust en hugsaður öll átökin sem hafa orðið neðanjarðar og þannig er það með okkur átökin okkar í lífinu eru mismunandi reyndar en átökin okkar þau eiga sér stað í erfiðleikunum auðvitað og ávextirnir eru oftast nær umburðarlyndi að þekkja betur inn á lífið
að geta stutt aðra á leiðinni og svo framvegis. Það eru margir ávextir sem að koma, samkenndin og þetta mitt að geta sest með ógæfu fólkinu og verið jafningi þess. Ég held að það sé margt svona sem að gerist hjá okkur þegar við förum í gegnum erfiðleikana og við getum þakka fyrir þetta. Því það, sko, ef heimurinn þarf á einhverja að halda í dag, þá það meira af þessu. Já, sammála. Þannig að, en algjörlega sammála. Að líta á vandamál sem verkefni gefur lausn. Að líta á okkur sem fórnarlömb setur okkur í vanmátt, þannig við komumst ekki úr sporum. Akkurat. Þannig að við höfum það í huga. Og það líka fyrirgefningin sem hefur áhrif á það. Já, oft á tíðum það þannig. En stundum það einfaldlega að þú gefst upp fyrir aðstæðum sem að eru kannski, þú þarft ekki að fyrirgefa en aðstæðnar eru kannski erfiðar. Já. Við þurftum öll að gefast upp fyrir COVID. Já. Við þurftum bara öll að loka okkur inni. Heldur betur. Þannig að við þurftum ekki að fyrirgefa neitt en staðan var erfið. Já. Þannig að það getur alveg verið ýmislegt sem kemur upp á. En það er nú svo merkilegt að þeir sem voru hamingjusamir að þeir voru þakklátir fyrir það sem þeir höfðu og áttu, alveg sama hversu lítið það var. Þeir voru þakklátir fyrir hæfileikana sem þeir áttu og í rauninni bara þakklátir fyrir lífið sem slíkt og margir þeirra héldu þakkar dagbók. Merkilegt. Ég til dæmis, það er eitt af þeim verkefnum sem ég gef stundum, það er að vertu með litla bók við hliðina á þér á náttborðinu og kvöldi til skrifaðu 6 lítil atriði. En ekki hafa alltaf sömu atriðin, ekki alltaf vera bara þakklátt fyrir börnin eða húsið þitt eða hvað svo sem það er. Vertu þakkláttur líka fyrir það að það var einhver ókunnur sem brosti til þín eða litlu atriðin. Því þá fer að taka líka eftir. Allt sem við beinum augum okkur að það vex. Og þannig setjum fókusin okkar á það að taka eftir því hvað við höfum til að þakka fyrir. Og stundum gott að taka þakkardag. Þar sem þú fer fram úr og hugsa, vá, ég hafi rúm til að leggja, sæng, þú veist, og hlýtt herbyggi og svo fer ég bara beint inn á bað og það er klósett og rennandi vatn og svo beint í ísskápinn og það er bara matur og hvað ætlar séu margir sem að myndu gefa, ég veit ekki hvað, fyrir það að hafa bara nákvæmlega þetta sem ég er búin að þylja þó að það var ekkit annað. En við gleymum því stundum að vera þakklátt fyrir það sem við þó höfum. Og sjáum alltaf það sem okkur langar í. Þakklæti líka svona er grunnur hamingjunar og Biblían einmitt kennir það, veist, frá stað þakklætis þá rennur svo margt annað og ég held þetta sé bara annað sjónarhorn á lífið og framkallar hamingju. Og þess vegna og hamingja hlýtur að leiða af sér árangur. Sko hamingjuna er að finna hér innra eins og Kristus að himnaríki er hérna innra og þegar við erum þakklátt og þegar við dveljum í þakklátum huga að þá fer fókusin okkar á það sem við getum þakka fyrir og þar leiðandi þó að sko það er kannski það búi í veröld sem er jákvæð, björt hún styður við okkur en þegar við förum í vanþakklæti og erum alltaf að bíða eftir því að eitthvað komi til okkar að þá fókusum við þar og þá erum við í vondri veröld og nú er ég ekki að segja að auðvitað erum við bæði góðri og vondri veröld og sem eiga virkilega erfitt og við megum ekki svona útfinna einhvern veginn hamingjana þannig að hamingjan sko ég veit að ég hugsa mín hamingjusömustu ár voru líklega þegar ég átti eiginlega ekki neitt og þegar ég byrjaði að búa þá man ég fekk svona lítinn sófa sem átti að henda og þú veist að því það var orðið svo slitið og þú gast ekki setið þá settum við spýtur undir til að þú veist því að ef einhver settist hérna þá fóru spýtunar upp en þú veist ég var hamingjusöm ég var ánað, ég var að stofna mitt líf ég var að finna lausnir ég var að finna og láta drauma rætast sem næsta atriði sem er að leyfðu þér að dreyma vegna þess að við þekkjum öll þennan draumóra mann eða draumóra konu sem að kemur alltaf með nýtt já, veistu hvað ég ætla að fara að gera þú veist, lífið er aðeinslegt og ég er náttúrulega að gera þetta og hitt og svo verður aldrei neitt úr því og við alveg en þetta er fólkið sem á drauma þannig að við í rauninni ættum að jafnvel að taka það okkur til fyrirmyndar leyfðu þér að dreyma stóra drauma því að það er meiri líkindi á því að það rætist eitthvað af þeim
heldur en hjá þeim sem að leyfir sér ekki að dreyma af því að það góða í rauninni getur ekki hendi. Akkurat. Og við erum stödd svolítið í hugarfari sem að að mínu mati svolítið hættulegt, sem að ef eitthvað gott kemur upp á í lífi mínu, þá hlýtur eitthvað slæmt að fylgja í kjölfarið. Og þetta er ekki bara landlegt, ég held að þetta sé heimslegt, að halda að það hljóti að koma eitthvað slæmt. Og það er svona nýtur þess ekki þegar eitthvað gott gerist. Ná, þú ert alltaf að bíða eftir skellinum. Já, þetta bíða eftir skellinum sem verður af því að þú átt ekki skil að fá gott. Já, akkurat. Og í rauninni þá er þetta svona svipað og við hérna á Íslandi, við vindum ekki nota sóladagana því að það gæti alveg komið rigning á morgun. Þú veist, við skulum ekki grilla í dag, við skulum ekki nýta þessa daga því þá erum við að jinxa því að þú veist að rigna á morgun. Og við sjáum alltaf hvað þetta er heimskulegt. En þannig er það líka með lífið. Njótum þess sem við höfum, leifum okkur að dreyma og förum alla leið ef við getum það. Að minnstakosti getum við sagt ég reyndi. Og mann stekkur náttúrulega ekki herri maður hugsar. Þú verður að hugsa. Já. Og draumurinn er náttúrulega þar. Fyrst og síðast bara hugsun sem að verður til og síðan ferða eftir þeirri hugsun sem verður að framkvæmt. Já, og þá kemur til þessi karakter sem ég var að tala áðan. Þá þarf hann að hjálpa þér svolítið. Akkurat. Og það er alveg, hvað ég segja, það eru nokkur atriði. Ég er með þetta hérna á tölvunni hjá mér svo ég gleymi nú engu. En það er þetta að vera ekki að pirrast, veitu nú eða okkur fyrir þetta svona hjá mér. Já, þeir voru ekki að eyða orkun í að pirrast eða hafa áhyggjur af því sem skiptir ekki máli. Vegna þess að það er líka oft þannig að við eyðum svo mikill orku í eitthvað sem mun aldrei gerast eða að við höfum áhyggjur af einhverju sem við getum ekki breytt. Þannig að við þurfum kannski svolítið að staldra við og hugsa, ok, hef ég möguleika að breyta þessar stöðu? Hef ég möguleika eða get ég til dæmis stjórna þessum aðstæðum? Ef ekki, af hverju á ég þá að vera pirra mig eða hafa áhyggjur af því? Því að þetta tekur, þegar við förum í þessar tilfinningar okkar, þá erum við að setja líkamann okkar af stað í alls konar ferli sem við kannski þekkjum ekki, en munu leiða af sér meira og meira af áhyggjum, meira af pirringi. Við þurfum að vinda ofan af þessu. Og við verðum að skoða okkur. Erum við þarna? Og ef við erum þarna, skoðum hverju við fáum raunverulega breytt og hverju ekki. Og hendum því sem við getum ekki breytt. Og vera svolítið dugleg kannski, eins og þeir sem að ná árangur svolítið duglegir að vinsa frá. Þannig þið séu ekki fastir í einhverjum að þetta tókst ekki í gær. Nú bara er nýr dagur. Akkurat, það er það. Og eins og Biblían segir náðinni ný á hverjum degi. Þú veist að nýta þá velvild sem er fyrir hver dag. Já, það eru ensku orðin. Nútíðin til dæmis, hún er kölluð present. Þú veist, sem er gjöf í rauninni. Og þannig að við erum alltaf í þessari gjöf. Akkurat. Og við erum að nýta hana. Þannig að lifa í henni. Lifa svolítið í henni. En líka, og það er nú þarna eitt atrið sem á að koma á eftir, sem er með núin. En það sem að einkenndi líka þessa aðila var að þeir höfðu ekki, þeir töluðu vel annað fólk. Þeir leyfðu sér ekkert að fara í það að vera alltaf sífellt með nefið niður í koppi náungans, ef við getum orðað það þannig. Og mjög mikilvægt. Já, og þá ætla ég að gera skýran greinamun á því við getum haft skoðanir en við þurfum ekki að þar kemur sama lögmál. Hverju getur þú breytt? Ef þú getur ekki breytt, slepptu í það. En þegar við förum að tala illa annar fólk af því það er að gera eitthvað sem að við myndum kannski aldrei gera eða því þau eru ekki að koma frá okkar heimi þá langar mig að minna á að það eru 7,1 miljardar manna í heiminum og það eru 7,1 miljardar sagna svo hvernig ætlar þú að fara því að dæma sögu einhvers þó að þú jafnvel þekkir segjum bara eins og við þekkjum öll skilnaði en engin skilnaður er eins og engin saga bak við skilnaðin er eins þannig að og upplifunin er ekki eins. Þannig að hvernig ætlar þú að geta dæmt sögu einhvers annars sem er skilin þó þú hafi sjálf gengið gegnum skilnað. Þú getur haft ákveðna svona ramma hugmynd en þú getur ekki dæmt þetta.
Þannig að ég held að... Og fer líka ekki rosa orka í þetta þegar fólk er svona upptekið af umhverfið sín í staðan fyrir að vera upptekinn bara eigin lífi og því sem að... Jú, en stundum verðum við upptekinn í lífi annara og við talum ekki með það er okkar nánasta og þá er ég að segja frá velvilja, ekki vegna að því að við viljum smjatta á því sem fólk er að gera. Heldur, við förum kannski inn í að tala og ræða fólkið okkar, að því okkur líður illa vegna einhvers í kringu það. Og ég átti einmitt spjall við stýru sem sagt kvennaathvarfsins, hann Sigþrúði daginn og þar kom einmitt fram þetta, hvenær eigum við að hætta? Einmitt. Að hafa áhyggjur, hvenær eigum við að stíga út úr aðstæðum. Það er þegar okkur farið að líða það illa út af annari mannveru sem við fáum ekki stjórnað, þá auðvitað förum við út úr því. En það þýðir ekki að manneski get ekki komið til okkar. En það þýðir að við verðum í rauninni pínu veik af væntumþykju. Við getum eiginlega orðað þannig. Og það getur bara reynst hættulegra heldur en það sem við erum að eiga við í fari hinna manneskjunar. Og nú á ég kannski við, eins og þegar ég var að ræða við Sigþrúði, þá vorum við talað náttúrulega í nánum samböndum og eins á þetta við þar sem að við erum með börnin okkar í kannski einhverju fíkn eða einhverju óæskilegri hegðun. Að þá auðvitað förum við þarna. En við megum samt ekki gleyma því, við verðum að sleppa tökum svo við getum hjálpað. Þannig að við verðum ekki og veik til þess að við verðum ófærum það. En kemur líka svolítið kannski inn á meðvirkni líka þarna. Þú ert farin að skaða þig. Þetta er meðvirkni. Já, þetta er nefnilega bara meðvirkni. Já, og þetta er sko, í svona tilfellum erum við þá kannski farin að tala ákveð stjórnuna meðvirkni sem að ég held að sé mjög algenga þeir sem allir hafa fengið mikla ábyrgð að þeir taka á sig það hlutverk. Þannig að það er gott að skoða sjálfan sig líka frá því sjónarhóli, eða þeim sjónarhóli. En svo er það líka að vera ekki með afsakanir. Já, þetta er gott. Það er gott. Vegna þess að við erum svo oft með afsakanir fyrir því af hverju við förum ekki þarna, gerum ekki þetta og í rauninni erum við sko hvað ég segja, við förum, þetta varnar mekanismin okkar í rauninni, en við förum stundum of langt í hannum og við berum ekki ábyrgð þegar við erum alltaf með afsakanir. Þá leifum við okkur ekki að vera í ábyrgðinni sem að fylgir því ef þú ætlar að ná árangri, hvort sem það eru við það að ná árangri í starfi eða bara með þig sem persónu, þá hættur að afsaka þig vegna þess að við þurfum ekki að vera fullkomin. Við gerum mistök. Og af hverju á ég það að vera að afsaka mistöki mín? Ég get staðið með mér ef ég er alveg 100% viss um það að það sem ég er að gera og segja sé rétt. En ég má líka staldra við og hugsa, ok, kannski var þetta ekki rétt hjá mér. Kannski var ég bara að gera stór mistökarna og þá getur maður komið aftur á móti með afsakanir en ekki afsaka sjálfan sig. Nei, ég skilji. Já. Er ég að gera mig svona skiljanlega með þetta? Já, algjörlega og líka kannski einn hlutur í þessu. Ég meina til þess að árangri þá gætur þú þurft að gera, endurtaka hlutina og það við lærum ótrúlega mikið líka á mistökum, ekki satt? Algjörlega. Og kannski bara mest á mistökunum oft á tíðum. Örugglega, en sko það er líka eitt sem að einkennir, og nú er ég ekki að tala út frá Merkóla, heldur bara það sem ég hef kynnt mér, að það er það sem einkennir oft þessa aðila sem að hafa náð mestum árangri. Sigurvegara. Já, þessa sigurvegara, að þeir tala það eru mistöki mín sem komið mér á þennan stað. Akkurat. Og Michael Jordan, ég man ekki hvað hann sagði þegar hann var spurður af hverju hann hefði náð þessari velgengni, þá sagði hann, já, það er út af þessum 1000 eða 10.000 skotum sem geiguðu. Akkurat. Það var ekki, þú veist, þessar sigur körfur sem hann skoraði. Akkurat. Þannig að það voru mistökina sem að gera hann góðan. Og Edison. Akkurat. Þú veist, við sætum ekki hérna í þessum ljósum hér, nema vegna þess að hann leyfði sér að gera 1000 mistaka. Já, akkurat. Og svo framvegis, Við varum ekki að borða KFC til dæmis. Nei, nákvæmlega. Og sem betur fyrir lét þetta fólk sko mistökin ekki stoppa sig. Nei, og það er líka eitt einkenni. Það er að þú kannski dettur niður í dalinn í smá tíma en þú rýst upp. Akkurat. Og þú gerir það aftur og aftur og aftur og aftur. Það standa alltaf upp, halda alltaf áfram. Það er bara nánast í ófrávíkjanleg regla að ef þú ætlar að ná árangri, þá þarft að búa þau undir negin, þú þarft að búa þau undir mistökin. Akkurat. Og þú þarft að búa þau undir það að jafnvel illvilja fólk seti steina í götu þína. En ætlar að standa upp.
ætlar að gera það Akkurat. eða ætlar að liggja. Það þitt val og þetta alltaf spurning um val líka. Við höfum valið. En það sem líka að sko reglusemi og svona halda áfram. Að vera eins og einu myndbandinu sín sá, bara búa rúmið þitt. Að búa rúmið þitt býr til reglusemi. Algjörlega. Að fara fram og klára verkefni. Klára verkefni, litlu verkefni og halda áfram dag eftir dag eftir dag eftir dag. Það býr til venju. Og það venjan sem gerir það að því sem að þú vilt verða. Algjörlega sammála. Það bara þannig. Og svo annað, þeir sem að hafa notið velgengni og njóta velgengni, þeir ekki að bera sig saman við neitt. Þeir eru þeir. Þeir, ef við tölum predikara, þeir sem að ná velgengni, þeir ekki endilega eins og predikaran sem var á undan honum. Eða þeir sem erfa kannski hlutverksitt eins og Joel Osteen. Hann allt öðruvísi heldur en pappans var. Heldur betur. Til dæmis, þó að það hafi verið stór kirkja fyrir. Þannig að þú ferð á þínum einkennum inn og nærð velgengni á þínum forsendum. Á þess að þú náttúrulega ákveðin grunn, en þú nærði þeim á þínum forsendum. Hvernig þú vilt sjá þetta. Þannig vertu svona, ég kann ekki íslensku orðið yfir authentic. Vertu þú sjálfur. Já, vertu þú sjálfur. og líka bara þetta samt svo satt og það svo margir einhvern veginn að reyna að kópera eitthvað sem annar að gera en svo það svo fyndið vegna þess að sko í rauninni við erum sköpuð þannig það ekkert okkar með sama fingrafar við erum ekki með sömu lithimnu augans þú veist þannig að við erum einstök af hverju erum við alltaf að reyna að kópera aðra það allir hinn í fráteknir þú veist ég bara þú veist ég bara ég og bara taktu því að ekki en sko þetta að vera sama aðra vegna þess að ég heyri þetta svo oft hvað gæti þessi sagt ef ég gerði þetta hvað heldur að fjölskyldan segja ef ég geri svona eða verð hins veginn fólk yfirleitt að hugsa svona mikið þig? Mjög mikið sem að fólk heldur það akkurat en ég get alveg sagt ekki raun ég hef ekki hugmynd hvað að gerast í húsinu þar sem ég bý ég hef ekki hugmynd hvað gengur á í lífi fólksins sem þar og ekkert að pæla í því einu sinni þannig að sumir eru það reyndar en það okkur fólki sem ég var að tala áðan sem ætti ekki að gera það en hins vegar, ef þú veist af einhverjum veikum eða eitthvað sleikt, auðvitað, komdu með súpuhandan það allt annars eðlis en svo kemur hérna það sem ég finnst svo gott það þetta að læra að hlusta vegna þess að þegar við hlustum þá erum við að hlusta vegna þess að við erum að búa til í huga okkar hvernig ætla ég að svara áhugavert við erum aldrei að hlusta bara til að hlusta við erum alltaf að hlusta til að bregðast við en það ekki raunveruleg hlustun og þannig verða til samskipta bara samskipta vandinn verður til oft þarna af því að ég ekkert að hlusta á það sem þú raunverulega ert að segja ég bara að hlusta til þess að bregðast við af því ég ætla að fara í minn varnagýr eða ég ætla að koma með mína speki eða hvað svo sem það þá erum við alltaf búin að mynda setninguna sem við ætlum að koma með af því við erum svo klár við veitum svo vel akkurat en þar með tapast líka oft tilfinningin á bakvið það sem fólki að segja eða raunverulegt gildi þess sem að sagt þannig að venja sig á það að segja bara sjálf, ok, nú ætlum ég bara að hlusta ég ætla ekki eins og að hafa skoðun, ég ætla ekki að hafa neitt það alveg vel þess virði að æfa það algjörlega og ég hvet alla til þess að gera það vegna þess að það mikill munur á því að hlusta og hlusta Svo líka bara lærdómur, en það ekki í fólkinni því að hlusta á aðra og sjá hlutina kannski með ólíku sjónarhorni. Algjörlega og ég hvet okkur til þess að opna okkur fyrir því að sko öll veröldin sköpuð á Guði, öll veröldin, ekki bara litla Ísland til dæmis. og það sko, þó ég þekki nú ekki af hverju eða hvers vegna þá veit ég að það tilgangur með því að það mikil fjölbreytni í heiminum menningarsamfélögin rosalega ólík og ég held að við getum lært svo ótrúlega margt af hvert öðru og það verður ekki fyrir en að við erum tilbúin til að fara á þann stað sem við getum mynda frið í heiminum, veist það? Algjörlega. Það málið. Og það það sem hefur með diplomasi að gera þegar þú ert tilbúin að setjast niður og ræða og sjá sjónarhorn kannski. Já,
og án þess að dæma það eða hafa skoðun á því, heldur bara áhugavert að hvernig þú lifir og skilningur og jafnvel ekki eins og skilningur, heldur það að leyfa þér að hafa þinn skilning á veröldinni sem hún er og þú hefur þinn skilning á veröldinni og það er þá sem þú getur nálgast það á svona jöfnum grunni og það er þá sem þú getur farið að leyfa fólki að hafa sína skoðanir og ég til dæmis og ég veit ekki þetta nú kannski eldfimt en ég stundum velti fyrir mér að þegar ég sé eins og á Facebook núna átökin á Gazasvæðinu og það er einhver að segja ég stend með Palestínu, ég stend með Ísrael og allt þetta og þá hugsa ég alltaf stöndum með friði stöndum með fólki sem að beitir ekki vopnum bara aldrei stöndum með friði en samþykjum ekki verknaði sem að eru að sundra þannig að ég stend með friði hjá þessum báðum aðilum og ég veit alveg að ég er á eldfimmu svæði en þú veist ég verði einhvern veginn að koma sér að hugsun af því að þannig erum við líka komin inn í þú veist þennan að ég ætla að dæma þú veist ég ætla að koma mínu fram og hvernig getur alveg dæmt svona þegar þú ert ekki inn í aðstæðum þú þekkir ekki allt sem hefur þetta er bara svo ofboðslega flókin saga fyrir utan það algjörlega og er í DNA fólksins langt aftur en við komum svona kannski ekki í þá umræðu hér en hins vegar þá finnst mér mjög athyglisvert að þegar við förum í það að standa með voðaverkum hvor aðilinn sem á í hlut þú veist, ég get ekki samþykkt það ég skal samþykja að það verði leitað friðar en það er annar mál en þeir ræktu við vinina þeir sem eru hamingjusamast þeir eiga vinahóp, þeir rækta vinina þeir hittast, þeir borða saman þeir eiga samfélag og það er það sem að við höfum kannski gleymt svolítið sem kirkja, það er að standa saman sem samfélag, ekki bara vera með einhverjar samkomur og svona einhverja gleði sem er í lagi en að vera samfélag er annað að tengjast að það verði sér nánd þannig að og það þarf að gerast líka út í lífinu það er að rækta fjölskylduna og vinina og þetta er fólki sem að Guð setur í þinn veg og líklega ætlast á til og sinni því vel regna ég með þannig að sko samfélag veitir þér gleði vegna þess að það er fyrir utan mat og húsaskjól eitthvað svona þá er nánast held ég næst ef ég mann það rétt í þarfapíramítanum að þá er að þetta að tilheyra hjörð ég held að það sé næsta skref vegna þess að ef þú tilheyrir ekki þá hefur ekki tilgang þannig að þess vegna erum við svo tilbúin að fara inn í alls konar eins og þetta sem við vorum að tala þú ferð að halda með einhverjum og standa með einhverjum af því þá ert að tilheyra einhverjum hópi og ég ætla að tilheyra friðarhópnum en eins og ég segi þetta er svona allt sem við erum að tala um hérna er svona sem ég bið fólk bara að taka til algjörlega, mjög þarft en svo náttúrulega kemur upp á aldrei þitt hérna næst, það er að þeir stunduðu bænir og andlega iðkun og ég held að það sé okkur nauðsynlegt það er nauðsynlegt fyrir okkur að hugleiða það er nauðsynlegt fyrir okkur að vera ekki alltaf í huganum okkar heldur leyfa okkur að hlusta á Guð við erum andi, sál og líkami og við þurfum að hlusta stundum á heilagan anda í okkur en við gefum okkur ekki tíma til þessi til dagsins. Nei og ég held líka bara Íslendingar við erum svona efnishyggju fólk mjög mikið og við þurfum aðeins að breyta því við þurfum að breyta takt og ég held að COVID það góða við COVID er að margir er að breyta takt og er að átt að sjá mikilvægi einmitt hugleiðslu, bæna og vera í kyrrð Sko ég vona að það sé rétt hjá þér mér sýnir samt að við séum svolítið að detta aftur inn í sama gírinn fljótt en hins vegar þá vona ég að út af því að eða sko á liðnum árum hefur aldrei verið eins mikið burnout eins og núna. Svo satt. Og burnout, þetta er faraldur og þetta burnout kemur út af því að þú gefur þér ekki tíma til að rækta þennan eina mann ef við getur orðað að þannig og það verður alltaf verið jafnvægi, það verður að hafa balans og ég vona að þetta verði til þess að við lærum aðeins að balansera okkur en hins vegar ég hrædd að kannski var skellurinn ekki stór hjá okkur við vorum náttúrulega ótrúlega heppin með að við ef þú lítur yfir til heimsins og sem heimurinn allir núna er í bara vondum málum og
við erum ótrúlega heppin hérna, þannig að kannski þurftu við ekki að læra eins mikið eins og hinir, en verum þá líka þakklátt fyrir það og notum samt sem áður þekkinguna til þess að balansera okkur og koma okkur aðeins frá þessum burnout stöðum okkar. Algjörlega. Annað sem að ég veit að þú elskar, það er hérna að borða hollan og góða mat og hreyfa sig. Já. Það er nauðsynlegt. Það er mjög nauðsynlegt. En hreyfing getur verið margs konar, þú veist, og það er ekki að þú þarft ekki að vera vegan eða grænmetisæta, heldur vertu holl. Já. Og það er veldu kannski hollari kost. Það er ofta gott að miða við það og ég hugsa þetta svolítið 80-20. 80% hollt og 20% þá leifur þér eitthvað. Já. En ef þú hefur 2 valkosti, veldu hollari kosti. Já, skelltu svo bara góðri danstónlist á fóninn og dansa. Nákvæmlega. Gerðu það sem þið hefur gaman að þið gera. Nákvæmlega. Og það er svo mismunandi hvað fólk. Þú veist, þú ert náttúrulega öllu út að labba. Já. Ég er í ræktinni. Ég set oft músík bara og dansa breinin í stofu. Já. Ég er eins og Davíð. Bara. Fólk heldur í sig ruglustundum örglega. En það er líka eitt, það er þessi einfaldi lífstíl sem þeir hafðu þessir hamingjusömmustu. Þeir fækkuðu streitu völdum lífsins. Þeir einfölduðu lífsitt. Þeir voru ekki öllum félagsstörfunum og í stjórnar mennskunni og hvað þetta heitir allt saman. Voru ekki alltaf í ræktinni og alltaf, þú veist, í einhverju svona kappi við tíman. Þannig að einfalt líf, gott líf. Það er bara svolítið og ég er sammála. Já. Og svo náttúrulega voru þeir heiðarlegir og að vera heiðarlegir er ekki bara að vera heiðarlegur eins og ég daginn þegar ég gekk út með varalitin og fór inn og skilaði og borgaði fyrir hann. Það er ekki bara heiðarleikin heldur heiðarleikin við sjálfan sig, hver er ég, hvað er ég að gera, hvernig er líf mitt, þú veist, þarf ég að taka til þar. Heiðarleiki á öllum sviðum og ég held að sé mjög nauðsynlegt að fara í svona og taka aðeins til þarna og pústa. Já. Og ég held að þurfum að gera það reglulega. Af því við höfum oft þessa tilhneigingu. Kannski heiðarleiki líka bara eins og þú segir gagnvart sjálfu sér og umhverju sínu. Þú veist, bæði og umhverju sínu og líka gagnvart sjálfu sér. Hvað er að virka og hvað er ekki að virka. Já. Eins og bara öll góð fyrirtæki gera. Þau taka sig í sjálfskoðun. Þú veist, og fækka þáttum sem að þarf að fækka og setja inn annað þetta er bara, og þetta þykir sjálfsagt í fyrirtækjum, en þetta þarf að gera líka með okkur því að við söfnum upp svona í hornin hjá okkur líka og við erum kannski komin út af veginum sem að við vorum svo búin að iðka en svo förum við bara eitthvað annað þannig að höldum okkur við það að pússa svolítið hérna hjá okkur líka og svo kemur þessi sjálfsægi standa upp aftur eins og við töluðum. Standa upp aftur. Já. Standa alltaf upp. Standa upp. Sýndu sjálfsaga. Sjálfsægi gefur þér sjálfsvirðingu og sjálfstraust. Já. Það er eiginlega aðal uppbyggi efnið á því er þessi sjálfsægi. Það er að fara út í óttan. Já. Það er að standa með sér. Það er, þú veist, það er að aga sig inn í góðar venjur. Já. Og líka kannski þessu tengt, þú talar sjálfsaga, þolgæð er svolítið svona nálagt. Þegar þú lendir í einhverju reynslum að þú hafir hennar sjálfsaga og karakter sem er þolgæði. Karakter að fara í gegnum hlutina og halda út. Akkurát. Út af því að við förum í gegnum góða kringustæði, við förum líka í gegnum bara kringustæði sem að reyna okkur. Og þá kemur þolgæði svo sterkt inn og þessi sjálfsagi eins og þú talar um. Já, og það er í rauninni, ef þú ætlar að ná árangri við eitthvað, þá er þetta að búa til nýja venjur. Og til þess að búa til nýja venjur þarf sjálfsaga. Það er bara þannig. En það sem mann leiðir af sér er að þegar þú ert búin að búa til venjuna, að þá er þetta eins og þegar við tölum í NLP-inu, þetta er eins og að læra að keyra bíl. Þú kemur fyrst og þú sér þarna eitthvað tæki og þú veist ekkert hvað þessi petalar og mælitækin í mælaborðinu, hvað þetta er einsinni. Og nú er ég að gefa mig það að við séum bara ungar manneskjur sem höfum ekki prófað að keyra einsinni. En svo sestu inn í bílinn og kennarinn segir þér þetta er þetta og þetta er hitt. Þá veistu það, þá ertu komið með smá grunnþekkingu. Þetta er fyrsta lagið í því að læra.
Rétt. Síðan ferðu upp í næstu tröppu þar sem þú ferð og tekur tímana hjá honum og þú ferð að lesa líka í bókinni, þú veist hvað umferðamerkin og allt þetta þýða. Þá ertu komin í annað skref. Síðan tekur þú prófið og ferð að keyra og þú ferð að æfa þig. Fjórða skrefið þegar að, eins og ég geri, ég get verið að keyra, ég tala í síman, ég geti þess að vera að vara lítið með og borða. Sem við mælum ekki með. Nei, sem við mælum ekki með, en sýnir að við erum komin með ósjálfráða þekkingu. Akkurat. Sem að bara, við erum búin að innleiða þekkinguna. Manstu við fórum einu sinni í gegnum, hvað tekur þetta langa tíma að móta sér venju? Hvað, sko, þeir þú þarft að endurtaka? Já, það er talað sko 63 daga. Akkurat. Með því að vera stöðuglega að búa hana til. Já. En auðvitað, ef þú hættir svo eftir 63 daga, þá gleymir henni. Já. En ef þú ætlar svo að byrja aftur, þá er hún þarna, alveg eins og það þegar þú lærir að hjóla. Þá er auðvilt fyrir að læra að hjóla þó þú snertir ekki hjóli mörg ár. En þetta snýst að við sko, séum meðvituð. Allt sem við gerum og sem að færa okkur til að breyta einhverju og gerist þegar við erum meðvituð hvaða breytingu vill ég fá, hvaða venju þarf ég að búa til. Rétt. Þannig að ég hvet okkur til þess að skoða gildin okkar, hvaða venjum viljum við breyta, hvaða hugsunum þurfum við að breyta til þess að venjurnar okkar fara að verða til og virka. Að við skoðum, er ég virkilega í þannig sambandi við heiminn minn að ég lít á heiminn sem vondan eða góðan, veist, og fólkið í heiminum með mér, er þetta allt bara eitthvað ómögulegt fólk eða ekki. Þú veist, förum að skoðum okkur. Rétt. Fyrst og fremst, skoðum okkur því að hamingjan býr innra með okkur því að himnaríkja er innra með okkur. Það er ekki hérna fyrir utan í steinstefnunni. Nákvæmlega. Já. Svo mikið satt. Það eru ótrúlega margir punktar þarna sem að fólk getur svo sannarlega tilenga sér. Já. Og þetta er líka bara spurningu að hefja vegferðina, ekki satt? Jú, það er það. Og fyrsta skrefið. Já, fyrsta skrefið, nákvæmlega. Og ef að þú ert á þessum stað, þið langar til þess að efla þig með ykkur mætti, þá vil ég benda þér á vinkonum mína Lindu. Það er ótrúlega gott að tala við hana. Ég er til. Já, nákvæmlega, þú getur haft samband. En við viljum bara þakka fyrir þessin og ég vil þakka þér, Linda, til þess að upplýsa okkur þetta. Þetta er mjög áhugavert. Já, og mjög gagnlegt ef þú fer eftir. Já, gangi þið vel á þessari vegferð.